Góðan dag og velkomin í Gunn Hann Brasar. Gunnlaug Hannesdóttir heiti ég og ég geri ýmiss konar handverk undir nafninu Gunn Hann. Það er ekki bara prjón sem ég er að vinna að, heldur er það útsaumur, vélsaumur, bútasaumur og alls konar annað. Ég ákvað að setja alltaf nýjan þátt út vikulega og geri það alltaf á sunnudögum. En nú er það fyrsta mál. Ég hafði séð í bók veski, svona eins og nokkuð svona pennaveski, sem ég leist nokkuð vel á og ég fekk þá hugmynd að setja það, ég búi með það hérna, og ég gerði það utanum stóru prjónana mína, stóru löngu prjónana. Þannig að nú eru þeir ekki alltaf fyrir mér hérna, heldur hafa þeir bara sinn samastað hérna í þessu veski, sem er bara mjög gott. Ég sýndi ykkur seinast peysu sem ég var byrjuð á. Það er peysan Mithril. Ég er komin svona. Þetta er í fyrsta skipti sem ég geri peysu þar sem ég byrja hérna uppi. Byrja að fitja upp í hálsmálinu og prjóna hana niður. Ég gerði tilraun í sumar að prjóna svona peysu ofan frá og niður, en munstrið passaði bara engan veginn við lykkjufjöldan. Alveg sama hvað ég taldi þetta út og ég veit ekki hvað og hvað. Þannig ég hallast bara að því að uppskriftin hafi verið vitlaus, en svo fór ég í gaddbúð Eddu í haust og sá þar gaddnið sem ég langaði til þess að vinna úr, og hún sýndi mér þessa peysu sem var búið að prjóna þarna, hún var tilbúin í búðinni og ég bara heillaðist af henni. Þannig að ég ákvað að skella mér á það. Og ég er sem sagt búin að gera núna niður fyrir ermaop. Nú er bara beinn og breiður vegur að prjóna bara slétt prjón niður. Ég held að þetta verði ansi góð peysa, svona yfir kjóla eða eitthvað slið. Svona er óslega þunn, hlý og létt. En ég var í pínu vandræðum af því að ég vissi ekki alveg, eins og þið sjáið hérna verið að auka út, og svo stóð í uppskriftinni að ef að ykkur finnst þurfa meira að þá bara bætiði við. Ég alveg, hvað á ég að bæta við miklu? Hvað miðar maður við? Er þetta bara eins og þegar maður er að prjóna peysu og neðan frá upp? Er þá ekki bara handvögun á sama stað eða hvað er hálsmólar? Ég var bara í ykkur rugli. Þannig að ég lagði hana svona yfir mig og var að reyna að finna út svona og sjá hvar þetta kæmi, hvernig hálsmálið, hvert það væri. Og ég endaði á því að hringja bara í gaddbúð Eddu og talaði við Eddu. Og fékk leiðbeiningar hjá henni og hún sagði mér það að þetta væri bara sett á svipaðan stað eins og þegar maður er að prjóna peysu að neðan og upp. Handvögun væri bara á svipuðum stað. Þannig að ég bætti bara alveg heilmiklu við. Svo við sjáið. Og ég vona bara að þessi peysa verði ekki alltaf stór og víð og allt það, þannig að það bara kemur í ljós. En ég er svolítið spennt að sjá hvernig þetta kemur út. Þetta tekur alveg svolítið tíma, þetta er á prjóna númer 4, en það er gaman að prjóna hana. Milli þess sem ég hef verið að prjóna þessa peysu, þá hef ég verið að sauma út og ég sýndi ykkur bókamerkið í seinasta þætti. Það er, hérna er pakningin og leiðbeiningarnar eru svona, þannig að sjáu það hér er svona teikningin af því og hérna er með svona munstur í litunum. Það er svolítið mikið dökkt í þessu, það er svolítið mikið svona svart og grænt saman, þannig að þetta er ekki alltaf einn litur, heldur er þetta, bæði grænt og svart, og þá þýðir ekkert að fara eftir þessu, heldur þá fer ég hérna og finna út hvernig ná að vera. Ég er sem sagt búin að sauma svolítið núna í vikunni og ég er komin þetta langt. Og ég sit uppi með lampan og stækkunarglerið sem að
sem gerir það að verkum að ég get saumað þetta. Þetta er svo rosalega fíngerður jafi og litlir krossar, þannig að þessi lampi bjargar mér alveg og ég ætla að setja hérna inn smá vídeo af því þegar ég er að sauma. Ég segi það ekki að ég fæ stundum í baki við að bóra við þetta, en þetta hefst allt saman. Ég er svolítið spennt að sjá hvernig þetta kemur út. Ég veit ekki, skulum sjá, ég hef sem sagt komin hingað, sjáu það hérna, blómið er farið að myndast hérna. Ég held að ég sé ekki að sauma alla leið niður. Ég held að ég bara nenni því ekki. En ég hugsa að ég fari eins og eitthvað hingað, eða hingað, ég veit ekki alveg. Það kemur í ljós. En mér langar að klára þetta núna í jólafríinu. Og svo hef ég verið að hugsa um það núna þegar ég hef verið að sauma þetta, hvort ég ætti að gera bókamerki úr þessu eða nota þetta í eitthvað allt annað og þá hvað. Þannig að það eru svona pælingar í gangi hjá mér. Fyrir nokkrum vikum sýndi ykkur þessa bók sem ég keypti mér í vor, 52 Weeks of Socks, og ég tala um það að ég ætlaði að gera eitt par á mánuði upp úr þessari bók. Þannig að ég myndi bara opna bókin einhvers þar og gera það par sem að yrði þar fyrir valinu. Fyrsta val var þessi seinnasokkar, sem eru mjög fallegir. Og ég var byrjuð á þeim og hef svo ekkert gert neitt meira síðan ég sýndi ykkur þetta seinast, af því að ég er ansi hrædd um það að svona óbúslega munstrað gagn, að svona sokkar sem eru útprjónaðir með svona miklu munstri, að þetta gagn sé bara ekki nógu gott fyrir það. Þannig að ég hef verið að hugsa um að rekja upp þetta svakalega mikla sem ég kom með og byrja aftur. Ég var eitthvað að kíkja hér í poka og kassa niður í vinnustofu hjá mér í vikunni og datt þá niður á barnapeysu sem ég hafði byrjað á fyrir einhverjum árum síðan en er ekki alveg búin með. Þetta gerði ég úr svona bómullarafgöngum og ég á eftir bara að ganga frá búningnum. Þetta er eitthvað sem ég ætla að klára núna. Og hérna er ágangur á gatni sem ég get notað í það. Í dag þegar ég er að taka upp þennan þátt er 26. desember, annar jólum. Og náttúrulega á jólunum þá tjaldar maður því sem til er af borðbúnaði og ýmsu svona sem er eitthvað spari. Og mér datt í hug af því að þegar ég var að ná í hnífapurinn sem að geymdur inn í skáp í kassa, að þá er kassinn bara í henglum. Og þetta tekur eitthvað svo mikið pláss í skápnum og svona, þannig mér datt í hug að sauma svona veski utan hnífapurinn, sleppa þessum kassa og setja frekar hnífapurinn í svona veski og það yrði þá svona í rullu eins og, já hvað sýn ykkur þetta hérna, ég ætla að hafa þá svona eftir sömu hugmynd, þetta gerði ég bara utan prjónana mína, þannig að ég myndi gera einhvern veginn svona stykki og fyrir hnífapur. Ég held að það væri svolítið gott og fer þá líka minna fyrir þessu og bara þægilega að nota. Þannig ég ætla bara að finna eitthvað efni sem mér finnst passa fyrir þetta og sauma. Í síðasta þætti sagði ég ykkur frá danskri prjónakeppni sem var sýnd í sjónvarpinu þar og er hægt að finna á YouTube. Mér langar svolítið að fá að vita hvað ykkur finnst þið sem hafið kíkt á þættina eða þáttinn. Hvort að þið hafið haldið áfram að horfa og hvað ykkur finnst um þetta.
Allavega mér fannst rosalega gaman að fylgjast með og maður fekk svona ýmsar hugmyndir, svona hugmyndir af því hvernig er hægt að hugsa svolítið út fyrir kassan þegar maður er að prjóna. Ég er hérna í einni af jólagjöfunum sem ég fekk. Berglind dóttir mín, hún er að prjóna svona peysur, vesti, eitthvað og kallar þetta fluff og hún gaf mér hérna eitt. Ég ætla að taka mynd af því og setja hérna. Þetta er eitthvað sem að hún er að prjóna núna, handprjónar og hannar hvert og eitt, þannig að þetta er allt einstök verk. Og hún er að selja þetta og hún setur rosalega flott saman litina og svona það er ekkert verkefni eins. Ég ætla að setja hérna fyrir neðan hvað hún heitir á Instagram þannig að þið geti kíkt á það sem hún er að gera. Það er svo oft þannig að þegar ég geri áætlanir að vera dugleg hérna niðri og hvað ég ætla nú að vinna og svona, er kannski búin að gera eitthvað svona lista yfir verkefnin sem ég ætla að gera, að þá breytist það. Og þannig er núna. Strákurinn minn, hann ætlaði að vera í útlöndum bæði jól og áramót og koma bara í byrjun janúar. En það breyttist og hann er að koma heim núna í kvöld, semst annan í jólum og þarf að vera í sóttkví í 5 daga. Og hvar verður hann í sóttkví? Hérna niður í kjallara. Það er langþægilegast að hafa hann hér og dóttir mín sem hefur aðsetur hérna niður í kjallara og hún ætlar að vera svo góð að fara úr herbyggi fyrir hann og þau ætla að skiptast á herbyggjum. Þannig að hann getur verið hér alveg í friði í sinni sóttkví og þá þýðir það að ég má ekki koma hingað inn. Og hvað gerir Gunnlaug þá? Jú, þá ætlar hún að prjóna og sauma út og ég ætla að fara upp með rokkinn sem ég hef ekki gefið mér neitt tíma til þess að prófa og taka ull og svona hitt á þetta. Þannig að ég ætla að vonandi vera svolítið dugleg að æfa mig í að spinna og vonast til að geta sýnt ykkur eitthvað í næsta þætti, svona einhvern afrakstur. Ég held að þetta sé þá bara komið hjá mér í dag. Takk fyrir að horfa og við sjáumst eftir viku.